Ja, leikurinn hafinn. Það eru Íslandsmeistarar Stjörnunnar í sínum hvítu búningum að sjálfsögðu og Fjölnismenn í sínum gulu og bláu. Og það er nú svona hægt og rólega reyna átt okkur á byrjunarliðunum en hjá Fjölni að þar í markinu Jökull Blænksson númer 30 en aðrir í byrjunarliðinu eru fyrirliðin Gunnar Már Guðmundsson númer 4, númer 5 Bergsveinn Ólafsson, 6 Atli Már Þorbergsson, 9 Þóri Guðjónsson, númer 11 Viðar Ari Jónsson, 17 Magnús Pétur Bjarnason, 27 Anton Freyr Ársælsson og 29 Guðmundur Karl Guðmundsson og númer 23 Guðmundur Júlíusson. Þá held ég sé komið með 11 leikmenn en hjá Stjörnunni að þar stendur Ingvar Jónsson í markinu. Valinn besti leikmaður Íslandsmótsins af leikmönnum í sumar. Nú Daniel Laxdal í miðverðinum ásamt sýnist mér Aroni Heiðdal númer 14 sem á hér einmitt langa sendingu fram. Reynir þarna að finna Ólaf Karl Finnsen númer 17 sem pressar en þetta leysir Jökull, kemur boltanum út á kantinn og síðan í vinstri bakverðinum hjá Stjörnunni sýnist mér vera leikmaður númer 5. Þá að finna hvar hann það Brynjar Már Björnsson og síðan skemmtilega númerslaus en það vill nú svo vel til að hann auðþekktur á velli sá kappi Halldór Orri Björnsson. Glókollurinn, það sá númerslausi. Nú númer 8 á miðunni, Pablo Osjan Punjet Dubon. Ekkert smánafn á honum Pablo, númer 8 á miðunni. Og síðan Veigar Páll þarna líka. Það sjálfsögðu í svona hólunni fyrir aftasta mann sýnist mér. Veigar ætla að spila en fyrir framan hann Ólafur Karl Finnsen. Halldór Orri út á vinstri kantinum og Halldór kominn hérna inn á miðjuna, leikur tilbaka og boltinn út á vinstri kantinn á Brynjar Má. Hann með sendinguna inn á tegin en þeir koma þessu frá Fjölnismenn og þá Anton Freyr tilbaka á Guðmund Júlíusson og síðan kemur sendingin inn fyrir en þetta endar hjá Ingvari. Já, það reyndar ég nú líklega að ljúga þessi Ingvar í markinu. Ekki hann númer 1 þessi. Heldur 23. Ég nú reyndar ekki með neitt númer 23 á skýrslunni eða leikmannalistanum ef við sjáum til. Og þá koma Fjölnismenn og það hér úti hægra megin það Guðmundur Júlíusson og hér kemur þessi sendingen vel yfir.
kemur Ólafur Karl Finnsen alla leið tilbaka til að sækja boltan, Halldór Orri og hann yfir á Pablo. Og Pablo kemur honum út á hægri kantinn og laglega spilað hjá þeim og dæmt aukaspyrna. Hárrétt. Held ég að þetta sé brotið þarna á, var það Daniel Laxdal sem var komið þarna? Ég ekki frá því. Og þetta á hættulegum stað. Koma þeir sér fyrir inn í teignum, fylla teginn og hér, nei, ekki sending fyrir marki, heldur komin út á kantinn og þessi sending mjög djúp yfir á fjarstöngina. En Halldór Orri, tekur boltan niður og þeir halda þessu lifandi. Þorri Geir Rúnarsson með sendinguna hér yfir á Halldór Orra. Fín móttaka hjá Halldóri og leita síðan inn á miðjuna. Og Veigar Páll, Veigar, kom inn í skotstöðu og hleður í en vel gert í Viðar Ari Jónsson kom hann á móti og blokkar þetta. Og þá koma Fjölnismenn, geta sótt hratt núna. Magnús Pétur Bjarnason býður sig þarna fram við teginn en þeir fara út á kantinn í staðinn. Og laglegt framhjólaup hér og þetta markspyrna. Sýndist boltinn ég vil fara þarna að varnarmanni aftur fyrir en svo ekki. Þannig að þetta var bara markspyrna. Og Halldór Orri tilbaka. Það Daniel Laxdal hana í öftustu vílínu og síðan sendingin hérna framvöllin en í fangið á Jökli Blangsinni markverði og Jökull vel pressað þarna og hann varð að negla boltanum út af. Veigar Páll kom þarna og ógnaði honum. Innkastið og Veigar leggur boltan tilbaka en það eru Fjölnismenn sem vinna boltan og hart barist hérna, hver hefur betur, það var Þorri Geir Rúnarsson sem náði þarna að vinna boltan en dæmd aukaspyrna á hann og Fjölnismenn taka hana bolt tilbaka á Atla Má Þorbergsson og Reyni hér, sendingu sem gengur ekki upp. Þorri nær boltanum þarna og leikur tilbaka. Og þá Daniel Laxdal. Og hann yfir á Brynjar Má sem þarna í vinstri bakverðinum en þeir missa boltan og hér dæmt aukaspyrna á Stjörnumenn. Ólafur Karl Finnsen brotlegur. Kemur Bergsveinn Ólafsson fram með boltan, leikur út á kantinn og flýtir sig síðan tilbaka í miðvarðarstöðuna, Stjörnumenn pressa á nokkuð framalega. Eiga í erfiðleikum með að byggja upp spil Fjölnismenn en hér kemur þó ágætt sending út á kantinn og þar það Sjön, það sé ekki Magnús Pétur en hérna kemur sendingin á teginn hjá Stjörnumönnum og þeir koma boltanum frá en Bergsveinn Ólafsson með fína sendingu hér en þetta gengur ekki alveg upp og hér tóm vandræði og þetta ætti náttúrulega að vera spjald en þeir láta eiga sig. Þarna var Jökull
markvörður í vandræðum, dæmd á hann hendi og það er áreiðanlega Veigar Páll sem á að taka þessa aukaspyrnu, enga trú á öðru. Veigar Páll Gunnarsson mjög teknískur og þetta er ekta skotfæri fyrir hann. Nei, það er ekki Veigar heldur var það Daniel Laxdal, skaut í vegginn og hér er önnur aukaspyrna. Það er Heiðar Ægisson, það er brotið á honum og eru fljótir að taka þetta. Aron Heiðdal hana yfir til vinstri og þá er það Halldór Orri tilbaka á Brynjar Má og Halldór Orri aftur. Jájá, nett spil hér hjá Stjörnumönnum, kannski of nett, hann missaði boltan og í staðinn koma Fjölnismenn, Þóri Guðjónsson og missir boltan út af og Stjörnumenn og þetta Ólafur Karl Finnsen nær ekki að taka við honum. Inga sem Fjölnismenn eiga þá núna og boltinn tilbaka á Bergsvein Ólafsson og hann tilbaka og þá Atli Már Þorbergsson með boltan hér. Atli með langa sendingu, þetta er ágætis tilraun þarna en aðeins of innarlega fyrir Anton Frey Ársælsson sem er þarna á kantinum. Náði ekki alveg að skipta yfir á hann og þá Daniel Laxdal yfir til hægri og rúla þessu bara hérna í öftustu vílínu og koma nú þá fram á Ólaf Karl og hann tilbaka á Pablo, já, Veigar Páll, Veigar með skemmtilega fótavinnu og reynir að þræða boltan þarna inn á tegin fyrir Pablo sem var í hlaupinu, gengur ekki, fín vörn hjá Fjölnismönnum sem snúa þá vörn í sókn og ágætis tilraun þarna en boltinn út af og Fjölnismenn sem eiga innkastið. Laglega spilað og þá er það Guðmundur Karl Guðmundsson sem kemur upp kantinn með háa og langa sendingu þarna yfir á fjarstöngina en Stjörnumenn koma þessu frá í bili allavega. Vel gert, skipta hér yfir og Halldór Orri leitar inn á hægri fótinn eins og svo oft og fín sending hjá honum á Veigar Pál og Veigar með skærin sín og fer í skotið en það er laust og Jökull á ekki vandræðum með þetta. Jökull neglir boltanum hérna fram. Jæja, þá erum við búin að fá úr því skorið 7 hjá Fjölni er Viðar Ari Jónsson, var sagður 11 hérna á blaðinu hjá mér en hann er í treyju númer 7.
Já, fín barátta hérna og þá Halldór Orri og hann leggur boltan út á Pablo og hann reynir þríðning hér við Veigar Pál og það gengur næstu upp og síðan þrjumur skot þarna Ólafur Karl Finnsen fékk boltan og fínt skot en beint á Jökul Blangsson markvörð og það markspyrna ágætt markvarsla þarna hjá Jökli en skotið eiginlega beint á hann. En það þarf að verja það líka. Og Stjörnumenn eru svona að ná nokkuð góðum tökum á þessum leik, ráða miðjunni nokkuð vel. Og hvað er fín stungusending hérna inn á Veigar Pál. En ágætis vörn líka. Það var Atli Már Þorbergsson sem kom hann aftur og náði að koma boltanum út af. Og þeir ná að koma boltanum hérna frá. En ekki mjög langt. Og það er Bergur Már, Brynjar Már sem kemur og síðan Halldór Orri með langa sendingu hér upp að enda mörkum og þeir ná að halda þessu inn á. Veigar Páll gerir það vel gert en missir síðan boltan. Já, og Fjölnismenn koma þá í staðinn og það er Viðar Ari og tekur síðan sprettin upp kantinn en þeir leika tilbaka Gunnar Már. Gunnar herra Fjölnir með sendinguna hérna út á kantinn, gengur ekki alveg upp. En þeir vinna boltan aftur, Fjölnismenn, og þetta er vel gert. Þá Guðmundur Karl, misheppnuð sending og Halldór Orri kemst inn í þetta. Vel gert hjá hann, kemur boltanum á Pablo og hann yfir á kantinn. Og fínt hlaup hérna hjá, hver var það sem fór í hlaupið þarna? Náðu ekki að sjá það en þeir þurftu að koma þessu í horn, Fjölnismenn. Og en flykkjast Stjörnumenn þá framvöllin og reyna að fylla hér tegin en þetta var kæruleysislega gert, lélegt horn og Viðar Ari Jónsson komst þarna inn á milli. En þeir eiga innkast, Stjörnumenn. Fá aftur annað innkast. Þá Veigar nær að snúa og ætla með hann að vinstri hætti við og Halldór Orri með skot en vel framhjá og yfir. Já, náði ekki að leggja boltan þarna fyrir sig. En ágætur sprettur hjá Veigari. Langaði þarna í skotið en fékk ekki, náði ekki að leggja hann fyrir sig. Jökull, já, neglir honum fram hérna en Halldór Daniel Laxdal segi, kemur boltanum fram völlin og þá er það Viðar Ari fína sendingu út á kantinn, fær boltan aftur hérna á miðjunni. Gunnar segi og hann yfir á Anton Frey og Gunnar Már út til hægri. Vinstri segi og þá kemur sendingin inn á tegin og ná ekki að gera sér mat úr þessu Fjölnismenn. Þetta er samt svona ein besta sóknið þeirra og voru konum með nokkra menn þarna inn í teig og ógnuðu en þá Þorri Geir og yfir á Brynjar Má og hann tilbaka á Daniel.
og fínt hlaup hér hjá Ólafi Karli Finnsen. Ólafur nær boltanum og nær að snúa, kemur með skotið og þetta er horn. Já, hefði jafnvel átt að leggja boltan hana út í teginn. Halldór Orri kom hana á hlaupinu og vildi fá boltan út í teginn, en það var svo sem ekki greið leið þangað heldur fyrir Óla Karl, þannig að allt í lagi að reyna þetta og þá er það hornið. Beint í lúkurnar á Jökli og hann kemur boltanum frá sér og þá er það Magnús Pétur yfir á kantinn, laglega spilað. Guðmundur Júlíusson kemur hérna upp kantinn, en það eru Stjörnumenn sem eiga boltan. Þorri Geir kemur boltanum hann út til hægri og þá er það Pablo og Veigar missir boltan og engin Fjölnismaður hérna, allt í rólegheitum bara fyrir Brynjar Má og þá Daniel. Aron Heiðdal hérna í miðverðunum, hægra megin. Þá Ólafur Karl, nær ekki að taka boltan með sér og þá Gunnar Már. Reynir að koma boltanum hérna í fremstu víglínu, en það gengur ekki. Daniel og Stjörnumenn miklu meira með boltan, halda honum betur og þá er Ólafur Karl. Fínn sprettur hjá honum og Halldór Orri nær ekki að taka boltan með sér. Óheppinn hann, sendingin kom aðeins aftarlega í skrefinu hjá honum og boltinn svona festist eiginlega undir fætinum á honum og þá koma Fjölnismenn í staðinn og það er Finn Axel Hansen tilbaka og nei ekki, það er Anton Freyr Ársælsson segir sem var hann með boltan og lék honum tilbaka á Bergsvein Ólafsson og Bergsvein með langa sendingu hér yfir á kantinn, vel gert en þeir missa hann út af. Glæsileg sending samt, þessi skipting þarna yfir til vinstri. Hér vinna Stjörnumenn boltan og Veigar með sendinguna inn á miðjuna. Halldór Orri kom þarna en náði ekki boltanum. Fín vörn hjá Bergsveini Ólafsinni og síðan löng sending fram og já, Daniel Laxdal nær að skalla þetta frá, vel gert hjá honum. Og hér er dæmt aukaspyrna á Fjölni. Þá Daniel aftur. Pablo kominn hérna tilbaka en fær ekki boltan. Í staðinn var það Aron Heiðdal og þeir vinna boltan hérna aftur Fjölnismenn en eru fljótir að tapa honum á ný og Brynjar Már leikur tilbaka. Þá Aron. Hann á Pablo og hann tilbaka á Daniel. Já, Pablo Osjan Punje Dubon. Takk fyrir, hvorki meðinu minna. Og er einhver vandræðagangur á Fjölnismönnum og það er Halldór Orri yfir á Ólaf Karl og síðan Pablo. Halldór Orri aftur. Pablo og já, þetta er nett spil hjá Stjörnumönnum og Halldór Orri með sendinguna fyrir með vinstri og þeir ná að skalla þetta frá en ekki langt.
Þorri Geir út á kantinn og síðan sendingin fyrir en beint í hendurnar á Jökli. Og ég sýnist vera skiptingu vændum hjá Fjölnismönnum. Inn á líklega að koma. Já, það nú ágæta spurning hver það sem kemur inn á. Fyrir við þá það skiptingin hjá Fjölnismönnum. Já. Já, búið að gera breytingu hjá Fjölnismönnum og inn á komin leikmaður númer 20 sem nú ekki á blaði hérna en gæti verið Brynjar Steinþórsson og Brynjar Steinþórsson það líklega og út af fór aftur á móti þarf að koma staði hver það var sem fór út af í hans stað en Brynjar Steinþórsson það sem komin inn á held ég. Og þá það markspyrna hjá Stjörnunni. Já, fín pressa hér hjá Fjölnismönnum en reyna að leika sig út úr þessu Íslandsmeistarinn en það gengur ekki og Gunnar Már vinnur bolta þarna grjótharður og kemur honum yfir á Brynjar Steinþórsson sem nýkominn inn á og Brynjar fer í hægri bakvörðinn. Vel gert þarna hjá Bergsveini Ólafssyni heldur boltanum og kemur honum út á vinstri kantinn og þá það Guðmundur Karl Guðmundsson yfir á Gunnar Má. Já, Gunnar yfir á Brynjar og það Bergsveinn Ólafs. Bergsveinn og með langa sendingu hér inn fyrir en þetta aukaspyrna á það heldur sig alveg kýrskýrt. Það Anton Freyr Ársælsson sem brotlegur. Fín pressa aftur hjá Fjölnismönnum. Ákveða að gefa þeim engan frið núna. Það Halldór Orri. Nær að snúa og skiptir hérna yfir á hægri kantinn. Vel gert hjá honum. Og Pablo býður sig hérna miðunni. Fær boltan ekki en þetta laglegt þrýningaspil hjá Stjörnumönnum og sendingin fyrir markið og þessi skalli frá Veigari Páli yfir. Eða framhjá. Já, Veigar Páll með frían skalla og setur hennan framhjá en glæsileg sókn hjá Stjörnumönnum. Fínt þrýningaspil hérna upp hægri kantinn og þá það Jökull með markspyrnuna.
Fjölnismenn sem eiga innkastið. Hér Halldór Orri vinnur boltan fyrir Stjörnuna. Spila tilbaka og þá Daniel Laxdal. Daniel, hvað ætlaði hann að gera? Já. Setur hann hér yfir á Pablo. Og fín hreyfing á Stjörnuliðinu. Ná alltaf að finna samherja. Halldór Orri og Pablo, fínt hlaup hjá honum en líka fín vörn hjá Viðari Ara. Náði þarna pota boltanum frá honum en þeir vinna strax aftur og Pablo með sendinguna inn á Veigar Pál. Veigar, það er að snúa, já, falleg hælsending og síðan þrumuskot frá Ólafi Karli í varnarmann. En Veigar, sjáið þessar snúninga hjá Veigari Páli. Stór skemmtileg tilþrif á Veigari Páli. Fyrst þessi fína hælsending og síðan tveir svona glæsilegi snúningar og fá hornið. Það var nú ekki ennþá náð að ógna úr hornspyrnunum en bíðum við. Hvað er þarna í gangi? Það er Aron Heiðdal. Ég veit ekki alveg hvað var í gangi þarna en hann er alltaf búinn að rétta úr sér aftur. Og þá kemur hornið. Inn á nærstöngina og fín skalli þarna fram. En ná halda þessu inn á Pablo og Fjölnismenn skalla frá en Stjörnumenn halda boltanum og halda pressunni áfram. Halldór Orri, hann sem náði að fleita boltanum áfram áðan og þá Veigar Páll. Veigar reynir að komast í skotið, gerir það og með skot í baki á varnarmanni og þetta er horn. Ja. Það er þyngjast sóknir Íslandsmeistarana núna og Veigar Páll töltir hérna út af hornfána til að taka þetta horn. Enn eitt hornið sem þeir fá. Veigar tilbúinn að taka hér og hér kemur það inn á tein og þarna er Jökull í vandræðum og þeir ná ekki að koma boltanum frá almennilega. En Stjörnumenn eiga innkast. Ólafur Karl Finnsen hana í baráttunni en það eru Fjölnismenn sem hafa betur koma boltanum fram á Viðar Ara og hann nær ekki að finna samherja. Halldór Orri vinnur boltan og laglegt spil. Halldór Orri kom inn á fulla ferð inn á teginn og missir bolta, já, nær ekki að taka með sér og hann fer aftur fyrir. Þetta er enn eitt hornið og já, þetta er líklega 7. hornspyrna Stjörnumanna í leiknum. Og hér koma Fjölnismenn allt í einu 3 á móti 1. Passar rangstöðuna strákar og sendingin hérna inn á teginn en Viðar nær ekki að taka boltan með þessu. Þetta var ekki nógu vel leyst hjá þeim. Fenguð þarna
blússandi tækifæri, 3 á móti 1 í raun og það verður að segjast þess að þetta var ekki alveg nógu vel leyst hjá þeim og hér fer boltinn út af og Stjörnumenn eiga innkastið en ja, gott eða var ekki Þóri Guðjónsson sem kom hana upp með boltan og allt og lengi, eða allt og seinna að losa hann. Þá Veigar með fína sendingu inn á teiginn og þarna munaði bara hársbreidd. Hver var það? Fín sending frá Veigari og ja, hver var það sem kom þarna í skallaboltan? Þeim náði að stinga sér fram fyrir Jökul markvörð og fleytti boltanum rétt fram hjá markinu. Þetta nú einna næst því sem Stjörnumenn hafa komist að skora og þær þyngjast enn sóknina hjá þeim. Halldór Orri og reynir að finna Veigar hérna, það gengur ekki, Gunnar Már tekur boltan niður og þeir vinna hann strax aftur Stjörnumenn. Halldór Orri og Ólafur Karl komið hann aftur með fína sendingu upp í hornið. Ætlaði þarna Brynjari Máan á boltanum, það gekk ekki alveg eftir og Fjölnismenn með, já, löng sending fram á Gunnar Má, vel gert. Guðmundur Karl og þeir missa boltan alveg alla leið tilbaka og Gunnar Már með sendinguna upp í hornið og það eru Stjörnumenn sem koma honum út af. Getur snúningur hérna hjá Arnóri Daða Gunnarsinni og síðan sendingin inn á teiginn en Stjörnumenn koma þessu frá. Ja, þetta var hættulegt og Fjölnismenn halda boltanum. Já, Bergsveinn og hann yfir á Atla Má. Nei, það er reyndar það Guðmundur Júlíusson. Atli Már fór út af meiddur Guðmundur Júlíusson úr bakverðinum inn yfir í miðvörðin í staðinn. Og hér Pablo með sendinguna fram og Ólafur Karl og þetta er horn. Stjörnumenn fá enn eitt hornið. Það liggur talsvert á Fjölnismönnum. Svo mátti reyndar kannski búast við. Þetta eru Íslandsmeistararnir sem þeir eru að spila við hérna. Þá kemur hornið hérna inn á nærstöngina og ná að skalla frá Fjölnismenn. Það er Viðar Ari sem gerir það og síðan sendingin hérna fyrir og já takk, Jökull nær að verja alveg bara á línunni og síðan hreinsaði frá. Halldór Orri, já, það ætti bara að vera spurningum hvenær ekki hvort Stjörnumenn á að skora en reyndar koma síðan Fjölnismenn hér að gefast tækifæri til skyndisókna en þeir verða að vera fljótari að koma upp og losa boltan þegar þeir fá þessi tækifæri til að sækja hratt á þeim. Halldór Orri og Ólafur Karl og hann leikur tilbaka og
er það Þorri Geir og Ólafur Karl komin hérna. Kemur mikið aftur til að sækja boltan og þá Veigar Páll, nei, það ekki að halda boltanum og í staðinn koma þér á fulla ferð hér, Fjölnismenn. En þetta fín vörn hjá Pablo. Það þarna að hirða boltan og kemur fram völlin þá Veigar. Halldór Orri. Ólafur Karl tilbúinn, nei, Halldór, jú. Ólafur Karl fær boltan og leggur hann á Halldór Orra með skotin rétt framhjá. Ja, fín sókn þarna og gott hlaup hjá Halldór Orra Björnssyni sem ég skilst að sé svona við það að skrifa undir nýjan samning við Stjörnuna. Það náttúrulega gleðiefni fyrir Garbaðinga að hann skuli ætla að vera áfram í þeirra röðum. Já, og þess má nú kannski geta fyrir af því að við skulum nú reikna með þessu frekar knattspyrnuáhuga menn sem fylgjast með að Bayern München yfir gegn Manchester City 2-1 í hálfleik í meistaradeildinni. City komst á þessu yfir miðjan fyrir hálfleikinn með marki frá Sergio Aguero úr víti en Alonso kallinn jafnaði fyrir Bayern á 39. mínútu og 5 mínútur síðar kom Lewandowski þeim yfir Bayern, þannig að Bayern München yfir gegn Manchester City og það alveg ljóst að City menn verða að vinna þennan leik til þess að eiga möguleika að komast upp úr riðlinum. En hér brjóta Stjörnumenn sókn Fjölnismanna á bakkaftur og Halldór Orri með fína sendingu. Veigar Páll nær að taka bolta með sér, kominn inn í gegn og lyftir boltanum hérna í markið. Veigar Páll Gunnarsson með fyrsta mark leiksins eftir frábæra sendingu frá Halldóri Orra Björnssyni. Já, flott samvinna hjá þeim og Veigar Páll ekki að því að spyrja náttúrulega þegar hann fær svona tækifæri, tók vel við boltanum, tók hann með sér inn í teginn og lyfti síðan yfir Jökul markvörð og örugglega í markið. Þannig að staðan 1-0 fyrir Stjörnuna og þetta, það ekki hægt annað að segja en að þetta sé sanngjarnt en svolítið skondið að þetta mark skuli koma úr skyndisókn eftir langa sendingu og skyndisókn eftir alla pressuna sem hefur verið á Fjölnismönnum og Stjörnumenn búin að eiga margar góða sóknir og hér ein enn og þetta Ólafur Karl Finnsen sem skorar 2-0. Þvílík afgreiðsla hjá honum. Mínútu eftir marki hjá Veigari Páli, þá bara komið 2-0. Og þetta var glæsileg afgreiðsla. Og ekki í vandræði með þetta. Ólafur Karl fékk hérna fína sendingu inn í teginn. Mér sýndist að vera Þóri Geir Rúnarsson sem átti sendinguna á hann og Ólafur Karl bara ein snerting og síðan blam, bara hamraði hann boltan inn og þá koma Fjölnismenn. Nei, missa boltan. En gengur illa að halda honum innan sinna raða og þá það Veigar Páll með nokkur skæri og nær að halda boltan. Það erfitt að taka boltan á honum á þess að brjóta. Þetta svolítið Mark Hughes í honum. Stór og mikill rass og nær að skýla boltanum vel. Það þyngdapunkturinn lágur. Það erfitt að taka boltan á honum og hér flautað til leiklis og Stjarnan með sanngjarna fórustu 2-0 en mörkin komu nú ekki fyrir en bara hér rétt undir lokin. Veigar Páll með það fyrra og mínútu síðar Ólafur Karl Finnsen með síðara markið og 2-0 staðan hér og sannarlega, já, sanngjarnt held ég að sé óhætt að segja.
en komum aftur með seinni hálfleikinn eftir smá stund. Nýherji kynnir stjörnuliðið frá Lenovo, heimsmeistaranum í PC-tölvum. Fyrirtækjavélin Carbon X1 fyrir þá sem vilja skara fram úr. Hinn sveigjanlega Jóga sem gleður þig bæði heima og í vinnunni. Jóga spjaldtölvan með rafhlöðunni sem endist og endist. Veldu þér tölvu frá stærsta PC-framleiðanda í heimi. Nýherji. Get out there and save the world. Warner Brothers kynna Interstellar frá leikstjóra Inception og The Dark Knight 3 leiksins Matthew McConaughey, Anne Hathaway og Michael Caine. Prepare for this. Interstellar, komin í bíó. Á vakt síðan 1979. Farandgæsla, brunavarnir, myndeftirlit, fyrirtækjalausnir Securitas. Fersk bragðtegund frá Extra. Superberries. Borðaðu, drekktu, tegðu Extra eftir hverja máltíð. Komdu við í Sony Center. Nýherji. Sama hvað gerist, ekki gleyma því að líkaminn þarf hleðslu. Kynntu þér hvaða heimilisbakki hentar þínu heimili best. Þú getur meira með símanum. Ólís hefur fyrst íslenskra olíufyrirtækja hafið íblöndun á vetnismeðhöndlaðri lífrænni olíu eða VAFLO í díselolíu sem dregur úr koltvísýringsmengun 5% og léttir okkur öllum andan. Ólís, vinur við veginn. Sumir hafa ótrúlega ástríðu fyrir ljósmyndun, á meðan aðrir vilja einfaldlega safna minningum og jafnvel að prenta út hágæða ljósmyndir. Taktu þitt næsta skref með Canon í verslunum Nýherja og hjá söluaðilum land allt. Hungraðir hafa heppnina með sér á Quiznos. Máltíð mánaðarins drekkhlaðinn Íslendingur, bátur og Pepsi á 799. Þú finnur Quiznos á völdum Ólís stöðvum.
Whirlpool heimilistæki sameinar tækni, glæsilegt útlit og einfaldleika í notkun. Whirlpool, sensing the difference. Heimilistæki. Ljósveitan fer að mestu eða öllu leyti ljósleiðara og með henni á íslensk heimili háhraðatengingu sem ber allt að 5 háskerpu myndlykla og önnur nettengd tæki fjölskyldunar. Yfir 80.000 heimili allt land eiga nú þegar kost á ljósveitunni og yfir 1000 bætast við í hverjum mánuði. Hvað með þitt? Fáðu þér ljósveituna hjá eftirtöldum aðilum. Míla. Premium frá Dominos. Þegar þið langar í alveg ekstra góða pítsu. Allskins spennandi áleggstegundir sem gera premium pítsurnar svo sannarlega einstakar. Fáðu þér Premium. Þú átt að pottþétt skilið. Dominos. Kynntu þér hvaða heimilisbakki hentar þínu heimili best. Þú getur meira með Símanum. Jæja, þá fer síðari hálfleikur að hefjast hér í kórnum þar sem staðan er 2-0 fyrir Íslandsmeistara Stjörnunnar gegn Fjölni og það voru þeir Veigar Páll Gunnarsson og Ólafur Karl Finnsen sem skoruðu mörkin undir lok fyrir hálfleiks. Náðu að setja sig hvort markið, glæsileg mörk og verðskulduð forysta Stjörnunnar hér í hálfleik og
Það var ágætlega gert þarna hjá Viðari Ara Jónssoni sem er búinn að vera einn af sprækari leikmönnum Fjölnis en Heiðar Ægisson stöðaðan. Heiðar í hægri bakkaranum hjá Íslandsmeisturunum. Og hér er Ólafur Karl Finnsen kominn aftur eins og svo oft til að sækja boltan. Kemur honum hér á Samherja og hér Halldór Orri með sendinguna fyrir. Nei, ekki Halldór Orri reyndar en þeir ná að koma þessu frá í bili og síðan þrumuskot. Arnar Már Björgvinsson tekur hann bara á lofti þarna og lætur vaða en framhjá. Já, Arnar Már Björgvinsson nú er sprækur á hægri kantinum hjá Stjörnunni og spila ágætlega saman þar, hann og Heiðar Ægisson sem er í bakverðinum og hér er það Magnús Pétur Bjarnason sem reyna að taka bolta niður og þá Gunnar Már en Stjörnumenn vinna strax aftur og Veigar Páll nær að standa þetta af sér, þyngdarpunkturinn neðarlega og gríðarlega öflugur í að halda boltanum og sendingin fyrir markið en já, þar kemur bara svífandi út úr markinu Jökull Blangsson og grípur boltan og já, hver er það sem liggur eftir þarna? Það var já, Ólafur Karl Finnsen sem kom þarna inn í hann, fekk smá högg. Það þarf að fórna sér í þetta og þurfti nú hugrekki hjá báðum til þess að fara í þennan bolta en dæmt á Ólafur Karl. Jökull með sendinguna fram, Gunnar Már nær að skalla hann á fram en það eru Stjörnumenn sem ná honum og Daniel Lagstall yfir á Heiðar og hann tilbaka á Aron Heiðdal sem er hann í miðverðinu við hliðina á Daniel. Hér Aron hefur ekki reynt mjög mikið á miðvörðarparið en þó fengu Fjölnismenn tvisvar, þrisvar mjög vænleg tækifæri til skyndisókna en héngu aðeins og lengi á boltanum, nýttu sér ekki að vera orðnir í eitt skipti 3 á móti 1 og Halldór Orri missir boltan hérna á miðjunni og hver nær boltanum hér, þetta er fín vinnsla hjá þetta var fín vinnsla hjá Arnari Má Björgvinsinni, kom hann tilbaka og vann boltan, fín varnarvinna og þá Pablo og brotið á honum, aukaspyrna Pablo kvenkar sér þarna, Pablo Oshan Punjedubon nettur leikmaður og virðist hafa ágætis auga fyrir þriðningaspili. Daniel og Pablo tilbaka á Aron. Aron, nei, þessi sending gengur ekki upp hjá honum og Gunnar Már nær að snúa og kemur boltanum út á kantinn á Arnór Daða Gunnarsson og Arnór hérna aftur í baráttunni en nær ekki að koma boltanum á Samherja og það er Ólafur Karl Finnsen hérna í baráttunni. Vel gert hjá honum, kemur duglegur að koma tilbaka og sækja boltan Ólafur Karl og þá opnast einmitt oft hola fyrir Veigar Pál til að hlaupa í eða Halldór Orra. Halldór mjög duglegur að stinga sig líka. Pablo hérna og með sendinguna upp kantinn, vel gert hjá hann. Og þá Halldór Orri inn á miðjuna á Þorra og Þorri, nei, þessi sending gengur ekki upp og Fjölnismenn koma þá á fulla ferð
og það er Þórir Guðjónsson. Þórir og fín varnarvinna hjá Þorra Geir, fylgdi þarna Þóri eftir og truflaðan. Og þá kemur Arnór Daði til að taka innkastið og hörku barátta hér og Pablo hreinsa frá, en ekki mjög langt. Það er Guðmundur Karl, tekur boltan niður, kemur honum út á hægri kantinn og Ólafur Karl pressar þarna og sendingin ekki góð frá Jökli, þannig að Stjörnumenn fá boltan. Þorri, þetta er aukaspyrna. Já, ekki spurning. Þannig fór Þóri Guðjóns í hann og síðan einhverja smá kýtingar á eftir. Pablo tilbúið með aukaspyrnuna. Vill fá einhvern í stutt, já, spila bara tilbaka á Aron og þá Daniel Hagstall. Og Ólafur Karl, já, nær að halda boltanum, sterkur þarna og reynir að þræða hann inn á teiginn. En Fjölnismenn koma þessu fara á og síðan svellkaldur bara skalla tilbaka á Jökul og Jökul Blanks á negli boltanum fram og þar fer hann. Af Brynjari Má út af, þannig að það er innkast og Stjörnumenn vinna boltan að koma hér fram. Halldór Orri og nær að losa sig og með sendinguna fram á Veigar Pál. Veigar fær hann í síðuna og heldur boltanum og hvert ætlar hann? Inn á miðjuna, fer á vinstri fótinn, langar í skotið og fer lengra og lengra en missir loks boltan. Og hefði mátt losa hann þarna fyrir, en Ólafur Karl Finnsson nær að taka boltan með sér niður hérna, en ekkert dæmt. Flott móttaka, en lenti síðan í tæklingunni og en leggja Stjörnumenn á stað í sóknina. Aron og yfir á Heiðar Ægisson og hann með sendinguna fram. Ólafur Karl lyftir honum á Veigar Pál. Veigar tekur hann með sér, flott send! Þvílík tilþrif hjá Veigari Páli og skoti rétt framhjá. Óheppinn þarna. Þetta voru glæsileg tilþrif. Lyftir honum þarna yfir varnarmann og það er tvöföld skipting í vændum hjá meisturunum og Veigar Páll er að fara út af, sýnist mér, og byrjum við. Leikmaður númer 19 kemur inn á, það myndi vera Jón Arnar Bardal, kominn hérna inn í fremstu víglínu og síðan líka leikmaður númer 20, það er Atli Freyr Ottesen Pálsson. Hann kemur þarna inn á og út af fóru Veigar Páll og mjög líklega erum við.
Fjölnismenn ná hér að snúa en vel gert hjá Heiðari Ægisinni, kemst inn í þetta og kemur boltanum út af. Og sýnist að hafa verið Arnar Már Björgvinsson sem fór út af ásamt Veigari Páli. Og hér koma Fjölnismenn, laglega gert, Guðmundur Karl. En nær ekki að þræða boltan inn og þá kemur Pablo fyrir Stjörnuna. Og Halldór Orri nær ekki að taka boltan með sér, það er Gunnar Már Guðmundsson sem vinnur hann í staðinn. Og með sendinguna fram, laglega að spila á Magnús Pétur Bjarnason. Og Magnús út á Viðar Ara. Viðar Ari í skotið og... Nei, þessi er yfir. Viðar Ari Jónsson með fína tilraun. En yfir markið. Og þá er það markspyrnan. Það er Sveinn Sigurður Jóhannesson. Með sendinguna fram og Gunnar Már á þetta. Gunnar náttúrulega gríðarlega stór og sterkur, erfitt að eiga við hann í loftinu. Og þeir reyna að finna Halldór Orra á kantinu, gera það og fá innkastið Stjörnumenn. Hér neglir Jökull boltanum fram en þeir halda þessu Stjörnumenn, Pablo og nei, þarna komast Fjölnismenn loksins inn á milli og koma boltan frá í bili. Þóri Guðjónsson leikur honum tilbaka og síðan löng sending fram hérna en þetta eru engin vandræði fyrir Svein Sigurð. Markinu hjá Stjörnunni kemur boltanum hérna út á Daniel og þá Aron. Það var þetta nokkuð örugglega í hendi sér meistararnir ráða lögum og lofum á miðjunni. Og hér er Ólafur Karl kominn tilbaka, sækja boltan og vill fá hann aftur. Fær það. Gunnar Már sækir á honum og Ólafur Karl já tilbaka á Svein í markinu. Þá Daniel, Aron. Og rétt hægt korter liðið af seinni hálfleiknum hér, staðan ennþá 2-0 fyrir Stjörnuna. Og það var aukaspyrnan hjá Stjörnunni. Það er Pablo. Pablo með aukaspyrnuna og það er skipting hjá Stjörnunni en já, það er skipting hér nú við. Það er nýr markvörður sem kemur inn á. Ekki hafa nú númer á honum. En hér kemur aukaspyrnan og það er beint á Jökul Blængsson í markinu. En að auki var Þórhallur Kári Knútsson að koma inn á númer 21 og í staðinn fyrir Heiðar Ægisson fer bara beint í hægri bakvörðinn í staðinn fyrir Heiðar.
og það er Arnar Darri Pétursson sem var að koma í markið hjá Stjörnunni. Er ekki með númer á bakinu en Arnar Darri Pétursson er þetta. Fær hér að spreyta sig og Fjölnismenn ná að halda boltanum núna, leika alveg tilbaka í öftustu vílinu og er fín skipting út á vinstri kantinn á Arnór Daða Gunnarsson en hann er rangstæður. Já, passaði sig ekki alveg þarna. Og þá koma Stjörnumenn. Daniel. Og er það Þorri. Daniel aftur og Þorri. Það leika bara sín á milli hér. Og Þorri með sendinguna upp hægri kantinn, laglega gert á Þórhall Kára Knútsson og síðan sendingi fyrir en þeir koma þessu frá Fjölnismenn en fínn sprettur hjá Þórhalli Kára og kom hann að sendingunni fyrir og Þórhallur síðan með innkastið og Þorri neglir honum bara í varnarmann á aftur fyrir. Já, fekk hann í sig aftur, þannig að það er markspyrna. Fekk ekki í hornið þarna sem hann ætlaði sér. Og það er Jökull með markspyrnuna. Mikla breytingar hérna á Stjörnuliðinu, búin að gera hvað, 4 breytingar. Og þá eru skiptingar í vændum hjá Fjölnismönnum líka sig. Og þetta er nú kannski svolítið óþarfi Gunnar Már. Veður hér í einn andstæðinginn, það er Þórhallur Kári sem fær að finna fyrir honum. En Þórhallur braut nú á Gunnari Má held ég áður, þannig að það eru Fjölnismenn sem eiga aukaspyrnu. En Gunnar Már fær nú tiltal hér fyrir þessa gyðilsku sína og þá er það tvöföld skipting hjá Fjölnismönnum. Út af koma númer 7 sem er Viðar Ari Jónsson og Guðmundur Karl Guðmundsson. Númer 29, þeir tveir fara út af og inn á koma í staðinn númer 18 og 19. Sem ég hef nú bara ekki á blaði hjá mér. Hvaða númer, eða hvaða menn þeir eru. Jón Óli og Brynjar Gauti, ef mér sagt að þeir heiti þessi tveir. Ég er nú ekki með þá hérna á nafnalista hjá mér, en Jón Óli og Brynjar Gauti kom inn á. Og númer 18 og 19. En hér eru það Stjörnumenn sem sækja og Pablo með flott tilþrif, sendingun út á kantinn. Og þetta er 3. markið. Og er það ekki Ólafur Karl Finnsen sem var að skora annað markið sitt? Jú, það er hann, Ólafur Karl Finnsen með annað markið sitt. Og það þegar síðara hálfleikur er tæplega hálfnaður, eða það er rétt 20 mínútur liðnar af síðara hálfleik. Gott spil þarna og sérstaklega glæsileg sendingin hjá Pablo, hann upp í hornið og Ólafur Karl Finnsen mættur á næstöngin og afgreiddi boltan vel í markið. Og Stjörnumenn alveg með þetta í hendi sér núna.
þeir halda áfram að pressa og vinna boltan framalega. Já, Þorri og Ólafur Karl með flikka boltan þarna til hliðar en Fjölnismenn á að verjast þess á síðustundu og missa síðan boltan og þetta þrumuskot frá Pablo en beint á Jökul í markinu. Svolítið til hliðar þessi og hann hefði getað orðið erfiður. Í nógu var krafturinn á bakvið þetta. Á Gunnar Már. Og nær hér að koma boltanum yfir á Þóri Guðjóns en já, Þóri heldur honum með þá. En jú, tekur hann með sér, vel gert hjá Þóri. En þetta endar með broti, segir dómarinn. Vill meina þarna að Þórhallur Kári Knútsson hafi brotið á sér. Arnór Daði Gunnarsson með aukaspyrnuna fyrir Fjölni. Ágæti sending og þarna liggur eftir Sveinn Sigurður Jóhannesson, markvörður. Nei, Sveinn Sigurður var sá sem fór út af. Þetta Arnar Darri Pétursson sem komið þarna í markið. Og hann hefur eitthvað meðst þarna. Það spurning hvort hann þurfi að fara að velli Arnar og Sveinn kannski að koma aftur. Nei, segir svona, það heldur sjaldgæft að sjá svoleiðis gerast, en hver veit. Já, hann á staðinn upp og virðist ætla að jafna sig. Arnar Darri Pétursson og þá leggja þeir af stað Stjörnumenn. Pablo yfir á Þorra og hann tilbaka á Aron. Pablo aftur. Halldór Orri. Þeir geta þetta, Stjörnumenn spila mjög vel á þröngum svæðum, halda boltanum vel, einna snertingabolti. Og síðan, snertilega gert hér sendingin inn á Orra og hann skorar, Halldór Orri Björnsson, 4-0. Fínt spil og Halldór Orri Björnsson með þetta laglega mark og staðan orðin hálf vonlítil fyrir Fjölnismenn, 4-0 og Stjörnumenn búin að skora býsna góð mörk. Fínt spil sem að hefur skilað sér í þessum mörkum og hér missa Fjölnismenn boltan út af. Arnar Darri kemur boltan hana á Daniel.
og Pablo fann að sækja boltan svolítið aftar en að gerði áður. Þorri og Pablo þarna aftastir á miðjunni hjá Stjörnumönnum. Þorri aftur og Daniel, þeir svona þoka sér framar og mjög erfitt að pressa Stjörnumenn mjög og hér reynir Aron sendinguna í gegn, gengur ekki alveg upp. Þannig að skaust boltinn af Brynjari Steinþórsinni. Og Daniel missir boltan en nær honum síðan aftur. Og þá Halldór Orri aftur á Daniel og Pablo skiptir yfir, misefnissending hjá honum og þetta er aukaspyrna og einhvern tíma hefði maður séð spjald á þetta. Jú, það kemur hér spjaldið. Hárrétt dómgæsla þarna. Þetta er aukaspyrna, nánast alveg á sama stað og Fjölnismenn fengu áðan og fengu reyndar ágætis færi upp úr þeirri aukaspyrnu, kom inn á hættusvæðið og eins og áðan er það kemur sendingin hér inn á en teginn og þannig kemur Arnar Darri út og nær boltanum og þá Pablo tilbaka á Aron. Þeim líkur náttúrulega ekkert á Stjörnumönnum, 4 mörkum yfir og geta bara svona dundað eins og þeim sýnist hérna og fín sending hérna upp í hornið og Fjölnismenn ná að bjarga þessu út af. Þórhallur Kári Knútsson hérna í baráttunni en það er skipting hjá Stjörnunni. Inn á kemur Finn Axel Hansen og út af fer Þorri, sýnist mér, Þorri Geir Rúnarsson. Og hjá Fjölnismönnum er tvöföld skipting og það er út af hjá þeim. Fer Arnór Daði Gunnarsson og Magnús Pétur Bjarnason og inn á komu, skulum sjá hvort ég hafi númer og nöfn á þeim, númer 11 og númer 25, en þeir eru ekki hérna á listanum, þannig að Fjölnismenn eins og Stjörnumenn með þó nokkra breytingar á sínu liði hér og hér kemur þessi sending fyrir en beint á Arnar Darra, markvörð sem kemur honum út á Halldór Orra. Halldór Orri sem skoraði 4. markið og þá er það 2 marka maðurinn Ólafur Karl Finnsen nær hérna boltanum eftir að hafa mist hann og fær hann aftur og reyna þarna stungusendinguna í gegn. Það var Jón Arnar Bardal sem reyndi þarna að stinga boltanum inn fyrir á Ólafur Karl, gekk ekki. En þeir í vandræðum Fjölnismenn með pressuna og losa þetta hér. En sjáu hvað vinnslan er góð hjá Stjörnumönnum, loka svæðunum og gefa Fjölnismönnum engan frið þegar þeir reyna að komast fram völlinn.
Guðmundur Júlíusson hérna í öftustu víglínu. Og hann yfir á Bergsveinn Ólafsson og hann skiptir hér yfir. Þetta er erfið sending en vel gert ná að halda þessu inn á Fjölnismenn en ekki lengi. Það er Atli Freyr Ottesen sem vinnur boltan hér fyrir Stjörnuna. Vel gert hjá hann, sprækur strákurinn. Leggur hann tilbaka. Og þá, nei, þessi sending frá Pablo ekki nógu nákvæm. Og Jökull kemur boltanum í leik og síðan löng sending hérna fram á kantinn. Já, og þá fer tveggja marka maðurinn Halldór koma þrjú mörk út af getum við sett. Það er Halldór Orri sem skoraði fjórða markið og tveggja marka maðurinn að auki fyrir að velli og síðan koma inn á 7 og 15 skulum við sjá hvort við erum með þá skráða hérna. Jú, Kristófer Konráðsson númer 7 og Hrafnkell Þráinsson númer 15 eru komnir inn á og þarna þurfti Arnar Darri að beita sér í markinu, bjargar þessu í horn og það er nú ekki margar hornspyrnur sem Fjölnismenn hafa fengið í leiknum. Og spennum hvort þið geti nýtt sér það núna að fá eina. Korter eftir núna og hér kemur horni yfir á fjarstöngina og þessi er í stöngina. Og þetta er ekki búið en þá. Já, nú koma þér boltanum frá og látum við sjá, það var Bergsveinn Ólafsson, miðvörður, sem átti þennan skalla í stöngina. Ja, það munaði litlu að Fjölnismenn næðu að minnka munin. Og ágætu skalli hjá Bergsveini, þurfti að teygja sig vel í boltan. Svo sem ekki mikill kraftur í skallanum en þessi örfáa sentimetra til vinstri og hann hefði verið inni. Og þá koma Fjölnismenn. Guðmundur Júlíusson með sendinguna fram á Reyni Sveinsson og hér er það síðan Þórir Guðjóns. Leggur boltan tilbaka á Guðmund Júlíusson og Guðmundur, nei, það er ekki að finna samherja þarna en þeir eiga innkasti Fjölnismenn. Á Gunnar Már. Leggur boltan tilbaka. Það er Guðmundur Júlíus. Og þá Bergsveinn og Bergsveinn með háa og langa. Hún var of há og of löng þessi sending. Boltinn út af. Þá Stjörnumenn búinir að skipta öllum sínum markaskorurum út af, öllum þremur, Veigar Páll, Halldór Orri og Ólafur Karl, allir þrír farnir út af. Veigar Páll með fyrsta markið, Ólafur Karl Finnsen með næstu 2 og Halldór Orri með 4. markið. Og það eru Stjörnumenn sem vinna boltan eins og svo oft áður og þarna ekkert dæmt. Og Fjölnismenn koma í staðinn, já, laglega gert hjá Þórði Guðjónssoni, næða snúa þarna en missi síðan boltan. Og reyna að koma boltanum hérna inn á Finn Axel Hansen en Jökull nær að hreinsa frá. Og
þetta innkast sem Stjarnan á. Gunnar Már hérna í baráttunni, missi boltan. Og fín sending hérna út á kantinn, Hrafnkell Þráinsson. Hrafnkell, já. Leggur boltan tilbaka og þar það Atli Freyr Ottesen en þeir koma þessu frá. Eina ferðin enn og þá Finn Axel. Nei, þetta gengur ekki upp. Og þá Gunnar Már fram á Þórð. Og þeir koma þessu frá Stjörnumenn og þetta aukaspyrna og spjald. Ekki spurning. Heldur hljóti að vera spjald líka. Þórhallur Kári Knútsson kominn á ferðina hana og kippt í hann. Hann sleppir þessu. En það Pablo Oshan Punje Dubon sem spurning hvort hann ætlaði að taka skotið þaðan. Lét vaða áðan, sýndi það að hann getur skotið fast en það var beint á Jökul. Nú með honum þarna, Pablo. Það hann sem tekur spyrna og Jökull grípur þetta örugglega. Ágætlega gert hjá báðum. Pablo hefur mátt setja þennan nær stönginni. Gera þetta svolítið erfitt fyrir hann. En þá koma Fjölnismenn, Guðmundur Júlíusson og Gunnar Már. Sækir boltan og vel gert hjá honum. Fær hann aftur. Og stjórnar svolítið umferðinni hérna inn á miðjunni hjá Fjölnismönnum. Ágætis samleikur núna hjá Fjölnismönnum. En það síðan þegar þeir nær dregur marki Stjörnumanna sem að erfiðar að halda boltanum. Og hér vinna Stjörnumenn boltan. Geysast fram og býðir nú við. Já, dauðafæri og hann neglir honum framhjá. Atli Freyr Ottesen. Flott sókn þarna og glæsileg sending. Sýnstöru Jón Arnar Bardal sem átti þessa sendingu yfir á Atla Frey og þarna átti hann að gera betur. Misti boltan svolítið frá sér í fyrstu snertingu og síðan bara nelda hann framhjá í staði þess að lauma boltanum í markið. En flott skyndisókn. Þarna hefði 5. markið í raun átt að koma. Og þetta Þórður sterkur þarna, grimmsterkur. Þórir segi Guðjónsson. Og situr hérna eftir á vellinu, hvort hann hefur fengið krampa eða hvað. Búinn að hlaupa mikið strákurinn, búinn að vera duglegur. Ekki hann nú alnafni gamla marka kóngsins á Skaganum, Þórðar Guðjónssonar. Heldur þetta Þórir Guðjónsson. Og hér Finn Axel og yfir á Pablo. Og þá Jón Arnar Bardal hann leikur tilbaka og fær boltan hér aftur. Og þessi sending gengur ekki upp. Og Fjölnismenn koma boltanum hérna fram en Pablo, nær ekki að taka hann niður og Gunnar Már með flotta sendingu hér yfir á Þóri. Þórir með sendinguna fyrir, þeir ná að stöða þetta Stjörnumenn. Þóri fær boltan aftur, það er ekki hann heldur. Sóknin heldur áfram og Þóri kemur hérna en nær ekki að taka bolta með sér. Fín vörn hjá Daniel Laxdal og hann tekur núna sprettinn fram, langa með í sóknina og
Þá kemur sendingin hérna út á kantinn og þeir hægja á Stjörnumenn, liggur náttúrulega ekkert á Finn Axel og yfir á miðjuna Pablo og vel gert þarna hjá Guðmundi Júlíusinni, komst stakk sig þarna fram fyrir sóknarmann og náði í boltan og þá það Reynir Sveinsson en missir boltan og Stjörnumenn koma reyndar orðnir fjölmennir í vörninni, Fjölnismenn og koma samt boltanum inn á teginn á Samherja og þetta rumuskot. Vel gert hjá Jóni Arnari Bardal, náði að snúa þarna og neldi boltanum og það enn ein skiptingi hér hjá Fjölni. Þórir fer út af og inn á kemur leikmaður númer 17, Magnús Pétur Bjarnason. Já. Þórir kominn út af, búinn að hlaupa mikið og vera duglegur, fékk smá krampa á þann og það var horn eftir þessa fínu markvarslu á Jökli. Og Gunnar Már mættur þarna á nærstöngina og negli boltanum aftur fyrir. Það annað horn. Enn eitt horni sem Stjörnumenn fá í leiknum. Við erum nú komin eitthvað á annan tuginn. Og það eru Fjölnismenn sem vinna boltan hérna og síðan brotið á Magnúsi Pétri. Nýkominn hérna inn á. Og fer í fremstu víglínu. En skammt eftir af leiknum og staðan 4-0 fyrir Stjörnuna. Og býðið nú við, boltinn dettur hérna fyrir þá í tegnu en það dæmdur rangstæða. Já. Hér koma Stjörnumenn. Pablo, nei, þessi sending hálf misheppnuð hjá honum. Og Gunnar Már skallar þetta frá. Og fer nú að styttast í að flauta verið til leiksloka hér í kórnum. Gunnar Már, nei, missir boltan þarna og Finn Axel í baráttunni. Gunnar Már nær honum aftur, hann er náttúrulega stór og sterkur, erfitt að taka boltan og halda honum frá honum. Og þá Guðmundur Júlíusson. Og hér flautað til leiksloka. Lokastaðan hér 4-0. 2-0 í hálfleik, Veigar Páll Gunnarsson með fyrsta markið, Ólafur Karl Finnsen með næstu 2 og Halldór Orri Björnsson með 4. markið. Öruggur og sanngjarn sigur Íslandsmeistarana hér á Fjölni.
Jæja.